Ég er mættur hérna við Kjarnaskóg og er með Sigurð Orm hér mér við hlið og hann ætlar að sýna mér aðeins skóginn. Skógurinn það var engin skógur hérna 1950. Nei, trén hafa allavega svona verið í plöntun sko. Já. Og þau hafa bara verið pínu lítil og hér hefur sest allar koppagrundir sko. Já. Og núna er það allt fallið. Og Kjarnaskógur er náttúrulega svona aðal svæði Skógræktarfélags Eyfirðinga. Já. Hér eyðum við sko mestmegnis af tímanum okkar yfir árið sko. Já. Við erum 3 sem að störfum fyrir félagið sko. Allt árið. Já. Eruð þið oft að fara eitthvað á hina reitina? Já, við sjáum viðhald og við erum ofta að grísja eða sko passa bara upp á að það sé aðgengilegur og að göngustígar sé í lagi þannig að fólk geti komið og notið sig inn í skóginum. Nú erum við komin hérna þar sem er leikvöllur og svona. Er þetta svona aðal leikvöllurinn í skóginum eða? Sko þetta er einn af þeim allavega. Já. Þeir eru 3 og einn sem var elsti leikvöllurinn er búinn að vera í endurnýjun núna bara í seinustu 2 árin og er allur að koma til núna. Þannig að þetta er eiginlega svona elsti leikvöllurinn okkar eins og er. Já. Er mikil aðsókn í þetta svæði hérna? Já. Mikil aðsókn á sumrin sko og er hérna grillhús. Já. Það er mikið notað líka. Þá kíkjum aðeins á grillhúsið. Eitthvað trjásafn hérna? Já. Er þetta bara svona eitthvað, eða er þetta bara svona? Og þetta eru gamlar merkingar, þannig að það stendur körfuvíðir, en hér er engin körfuvíðir, það er bara þessi stóra stafafura hérna. Já. Jæja. Hérna mynd af manninu sem að byrja þetta saman, ekki? Jú. Svo erum við með þessa flottu steinbrú hér. Já. Hver á heiðurinn af henni? Það er hann Bergsveinn Thorsson. Hann var að vinna hérna, svona upp undir aldamótin. Já. Og kom svo aftur og byrjaði að starfa hjá okkur í fyrra. Okay. Og hann gerði þessa brú hérna einhvers staðar mitt 1990 eitthvað svoleiðis sko. Okay. Þannig að við megum eiga von á fleiri steinbrúm þess að hann er komin aftur eða? Það gæti gerst sko. Það hlakkar stundum í honum, ég sé það alveg á honum sko. Ja. Flott brú. Ég er svona smá forvitin að vita hvernig er að vera starfsmaður í skógi. Hver eru verkin og við byrjum kannski bara á vorin. Hver eru vorverkin í skóginu? Já, það er mikið að gera sko. Við erum náttúrulega á vorin og á haustin erum við svolítið að nýta tíman að saga meðan við erum ekki að slá eða undirbúa okkur fyrir jólin eða eitthvað svoleiðis sko. Já. Þá eru það svolítið tímarnir sem við notum til þess að hirða skóginn aðeins sko. Já. Við komum á kvistum og sögum brotin tré og alls konar sko. Já. Og jafnvel grísjum ef þarf að fækka trjám eða eitthvað svoleiðis sko. Og það fer drjúgur tími í það á haustin sko. Og svo erum við líka byrjaðir að undirbúa sko fyrir jólavertíðina bara í lok september sko. Já. Og jólavertíðin, hún er náttúrulega, það er náttúrulega svolítið stór partur af þessu starfið, eða ekki? Jú. Ég ætla að svona tekjulega sé það ekki? Jú, það er líka það sko. Við náttúrulega
hún að vera með sko svona jólatré til útláns sem við skrúum í svona kassa og fyllum að salla og skuttlum svo allan bæinn sko. Og það mikla tekjur af því og skreytir bæinn svolítið mikið sko. Og svo erum við með jólatrjáasöluna líka. Og erum að sækja tré í það og fáum líka fullt af trjám frá skógræktarbóndum og svona sem við kaupum af þeim svo og seljum hér sko. Veistu eitthvað cirka magn sem þið að selja af svona trjám? Jólatrjám? Já, það ég myndi segja að þetta séu það bil svona að minnsta kosti 1000 tré sko. Það svona í jólatrjáasölunni, svo þetta það bil 200 til 250 í þessum útlandstrjám sko. Og svo það geta þetta farið upp í 1500 tré eða meira jafnvel sko. Hvernig eru þið þá með sérstakar reiti fyrir jólatrí eða hvernig þetta bara tekið hérna hér og þar eða? Sko, jólatrén sem við sækjum, sem ég ætla að sé ekki svona 1/4 eða 1/3 af jólatrjám sem við seljum í jólatrjáasölunni sko. Að þeir eru öll tekin úr Eyjafirði sko. Mikið tekið úr Miðhálsstöðum í Hörgárdal og eitthvað tekið hérna bara úr Laugalandi við Þelamörk, þar sem að meðal annars 2 helgar í desember hægt að koma og höggva sjálfur, velja sjálfur tré og höggva sko. Og það vinsælt líka. Fjölskyldur koma og velja sér fullkomna jólatré. Það lítið af þeim hérna í Kjarnaskógi af því að þau eru bara orðin of stór. Já, þau eru orðin. Heldur ekki að taka þetta með þér heim? Nei, nákvæmlega sko. Maður þurfti að vera helviti sterkur allavega. Það frábært. Höldum áfram. Svo erum við komnir hérna á annan leikvöll og þú varst að tala um það að hann sér gamall nýr, eða ekki? Jú, gamall nýr. Ég held að þetta sé einmitt hérna elsta leiksvæðið í Kjarnaskógi, en sem sagt núna orðinn nýjasti leikvöllurinn, bara þegar það eiginlega búið að endurnýja öll tækin sko. Hér var til dæmis þar sem að leiksvæðið hérna fyrir framan mig, þar var risastór róla sem orðin svolítið þekkt sko. En hún var orðin alveg ónýtt þannig að það þurfti að taka hana niður og það var ákveðið að... Var það, fyrir ekki að grípa inn í, var það aparólan fræga eða? Nei, aparólan fræga var það sem að þessar nýju aparólar eru sko. Hún var hérna, þessi stóra róla var bara risastór traktorstekk sem að hékk á keðjum og var hægt að sveifla alveg rosalega vegalengdir sko. En aparólurnar eru þarna sko. En sú róla hefur ekki fengið að koma aftur upp eða? Nei. Talin hættuleg kannski? Já, hún var orðin svolítið hættuleg hérna. Við sjáum hérna mitt á jakkanum Kjarnaskógur alltaf logn. Já. Er það ykkar svona slagorð eða? Það slagorðið okkar sko. Og við bara stöndum við þetta sko. Hér ef þú langar í logn þá bara koma hingað og þá færðu það. Það bara þannig. Svakaleg rótaskot hjá þér. Já. Við ákváðum bara að þyrfti ekkert að planta neinum runnum hérna í Öskunum. Við leyfum þeim bara að sjá það sjálf. Rótusvæði, er þetta bara bóndi sem á þetta túnina? Við erum að sláða allavega og bóndi sem að færa að hirða heyið. Og hérna, við erum með þeim þessi, það hérna tún hérna megin og svo hinum megin við þetta skjólbelti. Og þetta við höfum svolítið haldið í þessi 2 túna því að hérna sem sagt efst, þar sem við sjáum svona glitta í svona timburkalla, þar var sólur sem að skátarnir létu reisa og svona útskornir kallar. Og þar bara rétt hjá var sko bær sem að hét Kjarni. Og þetta voru sem sagt túnin sem að voru heyið á þeim bær.
Svo erum við með völundarhús hér. Já. Ég ætla ekkert að fara, nema, hann þekkir þetta örugglega, þú þekkir þannig ég ætla ekkert að villast hérna, ég ætla ekkert að vera hérna í allan dag. Þannig að bara hingað. Já, er það ekki? Hér eru líka sólber, þau eru ennþá í súrari kantinum, sko. Bara var eitthvað við að þau ætla að smakka. Það ætla að smakka eitt. Já, höfum það. Og svo erum við með strandlagsvöll hérna, eða velli. Er það ekki bara svolítið einstakt að vera með strandlag inn í skógi, eða? Ég hef bara aldrei heyrt neitt þessu líkt, sko. Nei. Að vera með ströndina bara inn í skóginn. Já. Og er þetta mikið notað, eða? Já, þetta er mikið notað á sumrin, sko. Já. Haldið mót kannski, eða? Já, það verður helgina núna verður blagmót, sko. Já. Og blagfélagið er alveg huglegt að vera með einmitt mót og einhverja viðburði hérna, sko. Já. Svo er bara alls konar fólk að koma og leika sér í þessu, sko. Bara nýta sér þetta, sko. Já. Svo hérna er þriðja leiksvæðið og þau eru öll alveg frekar flott svæði, sko. Já. Það er ekkert eitthvað eitt aðal og svo hinn svona eitthvað. Þetta er allavega mjög flott svæði hér líka. Já, einmitt, sko. Er það kannski minna notað því að maður þarf að labba lengra, eða? Nei, þetta er í rauninni, sko, við gengum náttúrulega svolítið krókaleið, sko. Já. En þetta er, held ég, mest svona notað. Já. Af því að þetta er svona næst klósettum og eiginlega svona, þetta er svolítið í miðjum skóginum og það er bílastæði nálægt, sko. Já. Þannig að þetta er mjög mikið notað svæði, sko. Já. Og hér er einmitt svolítið svona þetta er veglegasta grillhúsið, sko. Já, einmitt. Þannig að upplifið það þannig, sko. Já. Svo erum við með tré ársins 2009. Já. Það er þessi fallega hengibjörk. Já. Hún ber nafnið Margrét. Margrét? Já. Einhver sérstök sagabort við það? Ég man nú reyndar ekki, sko, hver sagana bak við þá nafngift er, sko. En þetta er gífurlega fallegt tré, sko. Já, það er það. Og við einmitt erum að svona búa til svolítið stíga að því, sko. Já. Það stendur einmitt svolítið svona, fær að standa svolítið sér og njóta sín, sko. Já. Þetta er mjög fallegt tré. Þetta er svona tré sem við erum eiginlega stoltastir af, sko. Já, trúi því. Og áhugavert við hengibjörkið er að til þess að sjá að þetta sé hengibjörk, þá getur maður, sérstaklega ef það er svo orðið svona stórt, þá sér maður að greinarnar og laufin lafa svona hangandi. Já. Hangandi niður. Já. Þá erum við bara komin hring. Þetta er náttúrulega gríðarlega stórt svæði, þannig að við sáum kannski bara lítið brot af því. Já. En ég hvet bara alla til að heimsækja Kjarnaskóg þegar við komum á Akureyri og vil bara þakka þér fyrir að hafa sýnt okkur hér